við fáum kannski eitthvað til að færa myndavélina, það verður hérna svaðalegt gratól í gangi hérna eftir, þannig að við straujum þetta allt hérna niður örugglega. Ég hef aldrei séð svona tæki koma áður. Já, við þurfum að fá þetta í burtu. Herra, en komið sæl, Bjarki Traustason heiti ég. Ég starfa sem vörustjóri hugbúnaðarlausna hjá Advania og ég ætla svona rétt aðeins að fræða ykkur þetta konsept BYOD, Bring Your Own Device. Þetta svona eitt af þessum buzzwordum í dag. Þetta kannski hljómar miklu betur sem KMER, eða komdu með eigin raftæki, tölum íslensku hér. En raftækin, snjallsímarnir, símarnir og allir þessi tæki sem við erum með í höndunum í dag, að þetta búið að taka miklum breytingum á skömmum tíma. Og eins og Palli var að sýna ykkur áðan að þá raun snjallsíminn að taka raun yfir öll hinn raftækin eða eru öll hinn raftækin að verða að snjallsíma. Þannig að þetta mikla framfarir núna í þessu spacei og fyrirtæki sjá það í dag að það mikið af þess að koma inn í umhverfið og eigum að taka þessu fagnandi eða eigum að berjast á móti þessu. Sumir segja við höfum ekki efni á því að taka á móti þessum tækjum, sé allt og dýrt. Aðrir segja við höfum ekki efni á því að taka ekki á móti þeim, af því þetta mun hvort þeir koma. En ég ætla svona rétt aðeins að rúlla hérna í gegnum fyrst smá forsögu. Af hverju fólk byrjað að koma með eigin tæki inn í reksturinn? Þetta byrjaði svona í kringum árið 2000 þegar allir voru farnir að fá eitthvað svona síma og þessu dót. Og þetta voru einföld tæki sem að gerði raun ekki neitt nema þú gast bara hringt úr þessu. Og ekkert meir. Jú, svo kom Snake aðeins síðar. Í kringum árið 2003 að þá áttaði fyrirtæki BlackBerry sig á því að það var eitthvað þarna í gangi. Fólk var farið að vilja komast á internetið víða og fólk vildi líka komast í tölvupósting hvar sem Þannig að þeir komu raun með símann sinn sem var BlackBerry Corp tækið sem enn í líði í dag. Og þetta tæki var eign fyrirtækisins. Gögnin voru eign fyrirtækisins, SIM-kortið, símanúmer og þetta var allt í eigu fyrirtækisins. En þetta var ekkert vesen. Þannig að það bara átti þetta. Það þurfti ekki að pæla í þessu. Svo líður tíminn og í kringum 2007 þá kemur Apple með iPhone-in sinn á markað. Og þá verður raun mjög mikil straumhverfi í þessu. Að einstaklingar, að þeir færu raun að hafa miklu meira áhuga á tækjum, að fara eignast fartölvur og betri síma og eru að endurnýja þetta miklu hraðar heldur en fyrirtækjum voru að gera. Þannig á endanum enduðu notendur með miklu betri tæki sem þeir vildu taka með sér inn í reksturinn. Þannig að það má segja að ef fyrirtæki skaffar þetta ekki og þá kemur fólk með þetta. Og þetta eru gríðarlega tæknibyltingar sem eru búin að vera í gangi nú undanfarið og ég held að við séum bara rétt fyrst að sjá núna svona byrjun á þessu. Að þetta bara svona eins og hokkjúkúrfa. Við erum að fara að sjá alveg svaðalega flotta tækni koma næstunni. En aðeins þetta. Fyrst fengum við svona síma. Þetta tækið sem kom í kringum 1987 eitthvað svoleiðis, dugði í 2 vikur. Það var reyndar af því að enginn hringdi í það því það var svo dýrt. Og svo þróast þetta út í þetta, að upp úr 2000 að þá fara að koma allir þessir hérna símar. Ég átti hennan bláa þarna uppi, númer 4, fann hann aldrei, hann pínu lítill. Það var allir löngu hættir að hringja þegar ég loksins fann hann. En raflaðan entist þessum símum í nokkra daga eða jafnvel vikuna eitthvað svoleiðis. Við sjáum þvílíka flóru, alls konar litir og flippað og alls konar snýr þessu og tvistar þetta út og suður. Þetta er algjör nostalgía að sjá þetta maður. Svo kom þetta eftir 2007. Allt saman orðið svart og glansandi með einhvers konar snertiskjá. Þetta eftir iPhone-in. En hvers vegna að fara þessa leið? Nú, í fyrsta lagi að því að við erum nú þegar komið með þetta inn eins og við búin að segja. Notendur eru konum öll þessi tæki. Þeir eru búnir að finna leiðir til þess að nýta þetta allt saman í vinnunni hjá sér og fólki fara að nota Dropbox, það fara að nota SkyDrive, iCloudið, LogMeIn og TeamViewer og hvað þetta heitir allt. Og til dæmis eins og með Windows 8 sem núna að koma, að þegar að fyrirtæki fara að taka þetta almennilega upp, að þá eru allir konur með SkyDriveið í tölvuna hjá sér. Með því að setja einfallega inn live ID-ið sitt, þá ertu komið með 7 GB geymslu strax. Og hvað ætlar að synka þangað? My Documents eða hvaða fyrirtæki eiga að fara þangað? Það má vera alls konar. Mögulegur sparnaður til lengri tíma, þannig er farin að velta jafnvel þá einhverjum kostnaði út á starfsmennina, að þeir eru farin að taka sitt dótinn og fyrirtæki láta ekki eins mikið í staðinn. Þetta er bara alveg hreint bara spurning hvernig fyrirtækin vilja haga þessu. Sumir láta starfsmenn fá pening fyrir öllu sem vilja kaupa og þeir bara taka það sem þeir eru ánægðir með. Aðrir láta að fá einhverja summu eða eitthvað svoleiðis. Og svo má við ekki gleyma því að 4G, að það núna að fara að ríða hérna yfir landan
og við erum að tala um það að þetta verða allt upp í 100 megabita tengingar. Þannig að við erum að fara að stríma bara high-def vídeo í 40-50 tómmu tæki upp á jökli. Og þróunin, þetta er ekki að hætta, þetta er bara á þvílíkri siglingu, eins og Óli og Palli og þeir hafa verið að tala um hérna áðan, að þetta er bara að aukast. Og svo svona aðeins til að bakka upp hérna eins og það sem að Sigvaldi er að tala um áðan í kringum SharePointið og Jammerinn, þetta er kynslóðin sem er að fara að koma. Þetta eru krakkarnir sem eru ekki að spurja hvort að þetta eða hitt sé hægt, að þetta eru krakkarnir sem spurja hvernig ger ég þetta, það á allt að vera hægt, þau vilja geta gert allt. Og þetta eru krakkar sem setja allt á Facebook. Það fyrir allt þangað inn og eins og Jammerinn, að það er þess áttar hugmyndafræði er samskipti á móti framtíðarinn inn í fyrirtækjum. Að þeir tala um það að krakkar á þessum aldri munur en aldrei upplifa tölvupóst. En þetta er ekki hættulaust. Að það að fólk taki inn eigin tæki að getur þýtt að ef þessu er ekki stjórnað, að þá geta gögnin farið á þvílíkt flakk. Að hvað ef að tæki týnist eða er stolið og það er einhver reglur eða öryggisverki kringum þetta. Starfsmaður hættir eða er sagt upp, ætla að fara að banka upp á heima hjá honum, svona aðeins að kíkja í vélina og eigða svona aðeins pínulegt út úr henni. Forsnýðing og þess áttar, myndavélar, upptökutæki, það er reyndar eitt skondið með myndavélar og upptökutæki, að það er til forrit á netinu sem heitir Flexispy, kostar $250. Það er aðalega verið notað af sem sagt mökum sem vilja njósna makann sinn, að vita hvort þau séu ykkur framhjáldi annað, en þarna í raun getið þið komist inn í símann, þið getið hlustað á öll samtöl, þið getið tekið allt upp sem fer í myndavélina, tölvupóstinn og hvaðina. Þetta upplótast bara upp í eitthvað gagnageymsluský og engin veit neitt. Svo er líka það að óvönduð tæki í þessum bransa, þau geta valdið vinnutapi. Í þessu konsepti Bring Your Own, að þá snýst þetta í kringum það að notandinn er sjálfur komið sitt tæki og hann er þjónustuaðilinn á sínu tæki. Þannig að ef að notandi er að koma frá Kína með eitthvað svaka flotta ding-dong-vél, hvað ef hún bilar? Tekur að viku, mánuð, 2, hvernig á að bregðast við þessu öllu? Og svo náttúrulega öryggið, að það er aldrei hægt að fara og varlega í þessum bransa, sérstaklega maður Android-tæki. Það er nú alveg bara kapítul út af fyrir sig. En hvað eigum að gera? Ég meina þetta er komið, þetta er búið að ríða yfir og notendur konu með þetta. Þannig að við tölum að þetta sé svona 3 rökrétt skref sem að fólk á að taka. Það er raun að fyrsta er að gera einhverja stefnumörkun. Það er að ákveða hvað ætlum við að leyfa og tala þá við notendur sem eru nú þegar byrjaðar að nota tækin sín. Hvað er það sem að þeir nota, hvað er það sem að nýtist þeim í starfi og þess háttar. Og hvað þarf þá fyrirtæki að gera, opna og gera á móti til þess að þetta sé hægt. Þarna þurfa báðir aðilar eitthvað af slá af sínum kröfum og þess háttar og mætast á miðri leið. Svo er að segja já. Segja já við öll þessum tækjum, en eins og sagði áðan, ekki við hverju sem er. Að búa til einhvers konar lista yfir tæki, að hérna er einhver tæki sem eru vel ásættanleg, þetta er bara það sem við viljum sjá inn hjá okkur. Hérna eru svo einhver önnur tæki í annari grúppu sem er svona allt í lagi, þetta er svona sleppur, og svo er eitthvað sem er bara bannað. Og svo hitt, það er að koma upp miðlægu, umsýslu og öryggiskerfi. Þar sem að hægt er að ýta stillingum út á tækin, hægt að hreinsa út af þeim, hægt að locata þau ef þess þarf. Það er líka að búa til GPS í raun að ramma utan tækin. Það er til dæmis verið spítala að ef þeir eru að nota spjaldtölvur, ef að spjaldtölvan fer út fyrir vissan radíus frá spítalanum, þá væpast hún. Eða læsist eða eitthvað þess háttar. Og svo náttúrulega líka það að tryggja útgönguleiðir út úr þessu kerfi. Að kannski ef notandi segir alltaf nei, heyrðu, nú ætla ég að fá mér nýja vél og krakkinn á að fá þetta og hvað á þá að gera. Það sé hægt að taka tækin auðveldlega út. En ég ætla að sýna ykkur tæki líka. Stebbi talaði um það hérna að ég ætla að sýna ykkur hvernig við notum sölugræjurnar. En það er kannski ekki nægur tími að fara í gegnum allt þetta dót sem Palli var með. Þannig ég er raun ásamt honum Samúel í bænum, útbjögum eina vél. Samúel er svona, hvað maður að segja, upplýsingatækni undur. Og við sem sagt tókum okkur saman og gerðum allt saman sem að má ekki í demói. Þetta er sem sagt allt búnaður sem að er handsmíðaður, open source og hitt og þetta. Þannig að það eru svona það bil 80% líkur, ja, 90% líkur á þetta feili. Já, þannig föli maðurinn, það er hann Stefán.
En sem sagt, það sem ég er með hérna á sviðinu, að það er Raspberry Pi 12. Að þessi 12 gengur að ég held á örgjörfa úr gamalli vekjaraklukku, þannig að þetta getur nánast ekki neitt. Stýrikerfið keyrir á minniskorti sem ég reif úr myndavélinni hjá mér áður en ég kom hingað, að þetta krassaði klukkan 1 í nótt og við þurfum að setja þetta upp aftur. Þannig að þetta á ekki gott track record. Þetta er eiginlega, við erum kannski bara hætta við þetta. En þessi vél þetta er selt hérna í miðbæjarradíói í bænum og kostar einar 7.500 krónur. Ef við bara tjekkum á því fyrst að fara hérna á einhverju vefsíðu. Ég hef alltaf búin að fúrra þessu upp áður af því að það tekur alveg tíma að búta þessu upp og svona. En við getum svo skoða þetta betur fram ef ykkur hafa áhuga á þessu. Og bara svo áttið á hraðanum á þessari vél. Þetta er leiftur snöggt. Þetta er mjög snöggar vélar sko. MBL í lagi sko, já. Þannig að þið sjáu að þetta kemst á netið og svona, þannig að þetta er alveg reynd elegant. En hins vegar ef við förum að nota eitthvað af þessum tólum sem eru nýtt við það að taka eigin tæki í vinnuna, eins og til dæmis að varpa fram sýndarvélum, að þá breytist dæmið helviti mikið. Hérna er ég búin að fúra upp svona pröfusvæði hjá okkur. Bak við þetta er svona smá netþjónn sem við erum með inn í Reykjavík. Núna krossleggjum við fingur. Þetta er eðlilegt sko, þetta tekur svona langan tíma. Þetta er náttúrulega gömul fermingavekjaraklukka í þessu held ég. Svona. Var þetta stefni eða? Bíddu bara, sko, incorrect user error, það er alltaf málið. Sá að ég var undan tölvunni. Nú býður og nú býður. Þetta er alveg þess virði sko, þegar þetta kemur upp, loksins, einhvern tímann. Þannig eins og ég segi, þetta er sem sagt akkurat ástæðan að við mælum ekki með að taka svona vélar í vinnuna. Af hérna bacongerðartækinu þá eða. Það er einmitt svona vélar sem að knýja áfram tilvonandi bacongerðarvél heima og 2 pappakassar. Og þetta verður notað með ásamt skynjurum til þess að stýra flæði á reyk inn í pappakassana sem að munu kaldreikja baconið. Þannig að það er hægt að nota þetta í ýmislegt annað en að klúðra svona kynningum. Nei, þetta er Isis, þetta er úsýrar, já. Ég tækna maður í salnum,
músin út. Ég að sjá hvort það komi ljós á hana, sko. Hvort hún sé lifandi. Pröfum að tengja þetta beint hérna. Ég held að það sé ljóst að hún mun ekki sýna sig núna akkurat á þessu augnabliki. Blessunin. Ég var nefnilega með helviti sniðugt annað hérna. Ég ætlaði að nota tækifæri og fá að spila tónlist í hofi. Því ég keypti mér hérna, ég seti þetta upp fram og eftir þannig getið séð þetta þar. En ég sem þetta á reglulegu eftirliti mín á internetinu að þá rakst ég á svona projekt hjá nokkrum strákum í MIT. Þar sem að þeir reyna að tengja til dæmis allskyns ávexti við tölvurnar. Þannig að þetta er raun inn í virtual-vélni, svo ég hérna kannski hinkri við og sjá þetta eftir. Að það er virtual, sem sagt, MIDI piano. Þar sem við getum spilað á þessa, sem sagt, ávexti alla. Þar inni. Nei, núna kom músin inn, en ekki hér. En ég held að við verðum að gefa þessu líf í bili og sjá hvort við náum svo í gang hérna fram á eftir. En það var raun ekki meira frá mér í bili, heldur smá ræða og klúður. Þannig að við heldur gefum bara honum Steindóri núna orðið. Takk fyrir bili.